موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك Góðan daginn, kæru áhorfendur að Samstöðinni og þeir sem eru að hlusta og velkomin í þáttinn Útvarp Palestína. Við erum hérna samankomnar, ég, Sara Steff Hildar og Magga Stína, Margrét Kristín Blöndal. Og með okkur í dag eru María Lilja Ingvelda Þrastardóttir og Sólveig Hauksdóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við sem sagt erum með þátt þar sem við ætlum að ræða eins og titillinn ber með sér ástandið í Palestínu og hvernig sögur og fréttir sem okkur berast þaðan hafa áhrif hér á landi eins og annars staðar. Sko, það er spurning hvar væri best að byrja samtalið, sko. Það er kannski lógist að fara aftur bara til 7. október þegar bara breyttist allt. Já, þegar kannski svona, það getur verið kannski einhvers konar viðmið. Jafnvel þótt að allt nái mun lengra aftur en sko kannski þá einmitt eins og hérna sagt á þann að þá svona kannski var það tímapunkturinn þar sem að heimurinn kannski svona einhvern veginn vaknaði til lífsins kannski raunverulega hvað væri að gerast og það kannski bara líka áhugavert að ræða hvað við höldum af hverju það gerðist, þú veist, af hverju gerist það allt í einu núna. Sko að því að það er ekki eins og þetta þjóðamorð sko sé eitthvað nýtt að nálinni. Nei, þetta er ekki nýbyrjað, einmitt. Nei, þetta er ekki nýbyrjað en sko þetta er náttúrulega löng saga og næri alveg aftur alla 19. öldina aftur frá bara Balfour sáttmálunum eða hvað það heitir nú. En kannski var það allt í einu sko fann maður að það átti einhvern veginn að klára verkið sem hafði verið í bígerð í svo fjöldamörg ár. Og þetta maður hefur vitað af þessu Palestínumáli og verið á mótmælafundum og svona fylgst með öllu en þarna var eins og að veri bara einhvern veginn bristi allt í raun og veru. Var það þannig sko fyrstu fréttir af þessu í fjölmiðlum voru eins og ef að fólk vildi rifja það upp til dæmis og skoða fyrstu fréttir á RÚV að þá er varað við myndum. Í dag er það þannig að við bara erum með beina útsendingu. Ég meina þetta er sem sagt örugglega eitt mest og best skráða þjóðarmorð bara sögunar, nokkuð tíma. Já, ég hugsa það. Og það er eiginlega alveg með ólík, ef þú talar sko fyrstu frétt, til dæmis RÚV, af þessum atburði þarna, sem sagt, árásinni 7. október og svo viðbröðum strax við henni, er að myndirna sem varaðir við, að því skoða þetta einmitt, að þá er það, sem sagt, þá sér maður hús sprengt og eina mynd af konu sem að syrgir dáinn ástvinn á götu veist, en það er sko það sem hefur sko veist, borið fyrir augu síðan sko er á einhverjum skala sem þú veist það er ekki einu svona það er einhvern veginn engin orð til yfir það. Nei. Hvað heimurinn hefur horft upp á síðan. Nei. Það sem er svolítið merkilegt þegar maður hugsa tilbaka er kannski hvernig stjórnvöld út allan heim brugðust við þessum fyrstu fréttum af þessari árás sem hefur svo seinna komið í ljós að var kannski ekki alveg öll eins og við sáum hana þarna og var sagt frá henni á þessum tíma en það eru þessi sko skilyrðislausa fordæming og það er þessi ofboðslega reiði í alþjóðasamfélaginu það er sorgin sem að allar þjóðir fundu með Ísraelum og
og núna, mitt þegar maður lítur tilbaka, þessum 100.000 mannslífum síðar í Palestínu og þá býður maður ennþá eftir sömu fordæmingu alþjóðasamfélagsins á þeim gengdarlausu hryðjuverkum á Gaza. En hún kemur ekki. Hún hefur ekki ennþá komið allavega. Og sérst ekki frá svona stofnunum og ríkisstjórnum en sko alþýða margra landa hefur safnað saman og mótmælt þessu en það einhvern veginn virðist ekki að hafa neina áhrif. Jú, auðvitað hefur það áhrif, það er ekki rétt, það hefur áhrif en það breytir litlum framgang mála. Gagvart sko stofnununum sjálfum. Nei, ég meina gagvart sko palestínumönnum. Já. Það stoppar ekkert. Og ég upplifi þetta svona núna í dag eftir alla þessa og undanfarna mánuði að einhvern veginn hefur verið kippt undan manni svona einhverjum grunni sem að maður hélt að maður stæði á í öllum skilningi, tilfinningarlega, siðferðislega, pólitísti á allan hátt. Þannig að samt gerist ekkert. Ég líti á til og með Sameinuðu þjóðirnar sem handónýta stofnun, sko, handónýta. Það er það sem ég átti við, sko. Það er alveg sama hvernig alþýða manna bregst við. Það hefur engin áhrif á alþjóðastofnanir. Ég held að einmitt að því að okkur hefur verið kennt bara í gegnum lífið að það sé alltaf eitthvað net sem grípur okkur þegar eitthvað hræðilegt gerist. Og núna erum við að horfa upp á eitthvað hræðilegt gerast, eitthvað sem að, við höfum ekki svona ímyndunarafl í bara hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og það gerist ekkert, alveg sama hversu hátt við hrópum og alveg sama hversu hávær mótmæli eða fjöldamótmæli, greinar í blöð eitthvað, það einhvern veginn hreyfir ekki við þessum valdhöfum sem að eiga að vera þessi öryggistýna, eiga að vera fulltrúar fólksins. Þannig að það hefur ekki, ég tek algjörlega undir þín orð, Sólveig, maður hefur enga trúarði lengur á neinum alþjóðastofnunum og eða fulltrúa lýðræðinu í raun og veru, sko. En það hefur kannski ekki reynt svona ótrúlega harkalega á fulltrúar lýðræðið, sko, áður, ég veit það ekki. Og maður kannski lítur á það líka bara svona eins og, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, eins og ég sé það, þú veist, eins og en allsherjar afhjúpun, af því þetta er auðvitað eitthvað sem að, auðvitað, sum okkar svona, þú veist, hefur alltaf grunað mjög sterklega undir niðri svo ekki til svona sterkara að orði kveðið en hérna núna afhjúpast allir þessi sannleikur og við þessar viðbjóðslegu sko aðstæður og þú veist og þetta er raun og verið svona þú veist sem að gera svona tilfinningalegur sko að hérna bara að leiða mér það og hérna að þú veist, það hefur verið stungið eitthvað svona gat á svona sál mannkynsins. Já, það má kannski segja það. Þú veist, og hérna, og við getum ekkert gert af því að valdið er sko þannig í laginu. Og það er eiginlega algjörlega óskiljanlegt. Veist, og þetta er bara ærandi, það kvín bara í gegnum þetta gat, sko. Þetta er algjörlega ærandi. Já, og það stoppar aldrei, sko. Maður ætlast alltaf til þess að hverjum degi hugsa maður, já, nú hlýtur það að stoppa, en það stoppar ekki. Og þessum að, sko, sannfærist maður frekar það að það eigi hreinlega sé markmiði að útrýma þessari þjóð. Það á að gera það, sko. Það er bara það sem þeir eru að gera. En sko, að enginn stoppi gerandan, alveg sama hvað alþjóðadómstólar sko kveða upp úr eins og til dæmis núna bara í hvað er í fyrra dag eða einhvern tímann fyrir nokkrum dögum síðan að þá hérna alþjóðadómstóllinn sko kveður upp úr það að ekki einasta séu landtökubyggðir Ísrael sem kom bara mörgum á óvart sko séu þær ólöglegar heldur eigi þær að fara að hérna landtöku fólkið skuli fara og hverfa á brott. Var úrskurðurinn svona? Ég sá allavega að það væri verið að tala um að þeir þyrftu að hætta landtöku. Já, en þeir ætti að fara. Og skila aftur. Og skilaði mér raun alveg aftur til, hvað það var, 1967. Þannig að... Jafnvel 48. Já, hvað veldur þessari, þú veist, vitið þið hvað veldur þessari breytingu? Sko, eins og mér skilst að þetta mál
bara þetta einangraða mál með landtökubyggðirnar í Palestínu búið að vera í vinnslu í þessum hæsta æðsta rétti okkar síðan í janúar 2023, þannig að áður en að árásirnar eiga sér stað. Þannig að svo einmitt að því að maður er orðin svo maður er orðin svo svona jaded, svo íslenskt nú aðeins að maður þú veist, og þá hugsa maður þú veist, það var von á þessum úrskurði, það, þú veist, tengist það eitthvað þessari árás og viðbröðunum svo við árásinni og já, það er svona ýmislegt sem fyrir gegnum hausinn á manni. Já, maður er svo tortryggin. Já, maður er svo tortryggin mitt og ég held að sé alveg bara, við eigum fullkomin rétt á því að vera mjög tortryggin, þar sem að það hefur allt sem við trúðum á og allt kerfið sem við byggum við reynist vera bara ofboðslega heftandi og við ófrjáls. Ég reyna að vera gagnslaust og algjörlega, þú veist, á skjön við skjön við allt siðferði. Ég meina það hefur orðið eitt allsherjar siðferðishrun. En þá maður spyr sig til dæmis með stofnun eins og Sameinuðu þjóðirnar. Þú segir gagnslaust, sko. Er það gagnslaust? Er þetta ekki bara það sem þeir vilja á vestu hveli jarðar? Jú, svo er það. Sko, þegar þessu stjórna Bandaríkjamönnum það verður að spyrja því, sko, þegar að þetta eru viðbröðin sem eru engin viðbröð. Þegar að þessar stofnanir sýna sig, afhjúpa sig sem gagnslausar í vilja greinilega alþýðu fólks, þá verður maður að spyrja sig að þessu. Getur verið að það sé? Að þetta sé bara vilji manna? Þar á ég við, sko. Og þá manni illa brugðir satt að segja. Ef það er vilji manna að myrða mörg þúsund manns. Þetta eru 2,2 milljónir manna sem eru á svæði sem er viðamikið og rúmlega Garðabær. Já, bara rúmlega Garðabær. Setjum 2,2 milljónir manna í Garðabær. Og staðan er þannig núna þar í þessum Al-Mawasi búðum með það ekki og þessum stað á Gaza að það eru horfur á að 1 milljón af þessum 2,2 muni látast úr hungri. Og svo að svelta fólk inni, sko. Það svelta fólk. Vegna þess að alþjóða hjálparstofnanir og félagasamtök og samtök hjálpargögn frá þeim komast ekki yfir þetta Rafa. Og hver hindrar það? Border crossing, akkurat. Ísrael hefur sér sett stöðvað þannig allar matargjafir og lyfjagjöf. Og það er svo er þetta það sem er að gerast núna á þessum svæðum er að það er náttúrulega grunnvatnið mengað og það var eitthvað sem að ísraelski innrásarherinn gerir mjög snemma í ferlinu er að þeir dæla inn sjó í jarðgöng til þess að menga grunnvatnið og til þess að það sé erfitt að rækta aftur upp landið. Og fyrir vikið þá fara í sundur alls konar klóaksleiðslur og eitthvað svona og það verður bara þessi gríðarlega mengun og núna er hitinn mitt svona svakalegur, ég meina það er 40 gráði hiti þannig í eyðimörkinni og þú veist þarna einmitt á Gaza og fólk hefst við tjöldum, það eru engar hreinlætisvörur, það er ekki neitt og það einhvern veginn er að koma upp alveg svona rís í alls konar hræðilegum sjúkdómum sem að við ættum ekki að sjá fólk deyja úr á þessum tímapunkti í veraldarsögunni. 2024. Og það er mjög undarlegt til dæmis að heilbrigðismálastofnun Sameinuðu þjóðanna, hún lætur ekkert til sín heyra hvað var þar sjúkdómar sem núna spretta upp akkurat þessu svæði. Og nú er að koma, bara í gær þá heyrði ég að því að það er einmitt einhvers konar baktería eða einhver sjúkdómur eða vírus eða einhvers leys. Pólió. Já, sem að leggst sérstaklega illa á börn. Sem að núna er gengur bara ljósum logum og viðbrögð Ísraels eru þau að Ísraelsmenn ætla núna, eða svo kallað Ísraelsríki ætlar að láta bólusetja alla hermenn sína. Já, þannig að áður en þeir fara og myrða fólk, þá þurfa þeir að fara í sprautu og í svona vaks við
Pólíó, þetta lömunarveiki. Lömunarveiki. Já, lömunarveiki. Já. Þannig að þú veist, það er staðan. Já. Þú ætlar að bólusetja hermennina, gagnvart lömunarveiki sem þú ætlar að láta drepa litlu börnin Já. og ef að það tekst ekki, ef að þessi veiki drepur þau ekki, þá bara klárar það með öðrum hætti. Já, ef þau fá lömunarveiki og Ég meina, þetta er svona- ekki drepin, þá verður þau náttúrulega örkumla sem eftir er. Já. Og svona frétt, Já. þú veist, hún er þess eðlis að hún segir manni það að við búum í þessari hvað þýðum að dystopíu, þú veist, bara einhverju svona andveröld. Já. Já, Þú veist, bara miðað við allt það sem andverðuleika samfélagi, Já. þegar við tala um það. Þetta og er svona það. allt gildismat riðlast og já, andveröld segir, allt sem maður hefur einhvern veginn verið innrætt í rauninni, bara alla tíð, að skipti máli við þið, bara allir þættir þeir hafa einhvern veginn brostið. Jú, og það Já. er líka þetta með að á hverjum einasta degi þá vaknar maður og maður kíkir í síma sinn og maður fer og það er einhvern veginn eins og ég hef litið á það, margir sem standa mér nærri hafa sagt, Marja, af hverju ert að pína þig svona á þessu? Já. Af hverju, þú veist, þú verður að taka þess smá pásu, en það er svo mikilvægt að við förum í gegnum þetta svo að við séum til vitnis það sem átti sér stað, af því að þetta er að koma fyrir þau. Ég get þó allavega leið upp í rúmunu mínu og fylgst með mikilli fjarlæði í símanum mínu. En á hverjum einasta degi þá kemur svona moment þar sem ég hugsa með mér, ok, þetta getur ekki verið verra heldur en þetta sem ég er að horfa á núna. Og það er ansi mörg skipti. Og bara á hverjum einasta degi á ég þetta moment bara, ok, nú er botninum náð. Ég er búin að sjá það ógeðslegasta sem ég mun nokkuð tíman sjá. Og svo kemur næsti dagur og það bara tekur eitthvað verra við og ég hugsa bara, þú veist, hvar endar þetta og hvað gerir þetta líka fyrir, þú veist, ég held að núna erum við að, það er orðið svona kollektíft tráma í heimsbyggðinni. Við erum búin að vera að horfa upp á þetta í 10 mánuði, bara þennan sársöku og líka þennan viðbjóð og svo auðvitað öllu vonbrigðin sem fylgja því að stjórnvöldin okkar og netið okkar grípi engan og ger ekki neitt. Og má nú nefna sem dæmi líka íslensk stjórnvöld sem að fara mikinn í að brottvísa fólki og fóru til dæmis ekki í það strax að sækja íslensku dvalarleyfishafana yfir landamærin þó að það væri sannarlega ekki mikið mál. Já, yfir landamærin til Egyptalands. Já. En það kannski, og það er kannski líka bara, þú veist, að það má alveg taka það fram að það tók stjórnvöld innan við sólarhringa ákveð að sækja 150 Íslendinga til Tel Aviv. Þann 8. október, sem voru komnir heim 9. október. Já, þau skutluðu mér svo nokkru færingum, en það má kannski líka minnast að það fararstjórinn var systir dómsmálaráðherra. Já, var það. Já. Hafsteins. Já. Akkurat, þá skil ég þetta alveg. Já, það hefur gengið á vægasett með miklu, en mér langar kannski ef við förum aðeins aftur ferum aftur til október, þá var, við höfum náttúrulega, allar hér höfum mætt á mörg mótmæli við ráðherrabústaðinn, gengið frá utanríkisráðuneytinu niður Laugaveginn og Austurvöll og fleira. 8. mars var líka alþjóða kvennadagurinn tekin undir Palestínu auðvitað, mjög flott ganga þar frá Arnarhóli. En þið voru að rifja upp áðan, fyrstu svona mótmæli, eða fyrsta hópsöfnunin kannski, það sem fólk var ennþá, þá náttúrulega vissum við ekki hvað væri framundan. Nei. Það hefði bara aldrei. Nei, ekki. Og hvernig kom það til og hvar gerðist það? Það sem að gerist er að ég bara býð svo vel að hafa búið með hópi palestínskra manna sem að fyrir einhverjum árum síðan var úthýst af íslensku stjórnvöldum og var hend á götuna því við neituð að fara í COVID-próf svo hægt var ég að henda þeim úr landi. Þeir flutt allir inn til mín og í leiðinni eignaðist ég mjög stóra palestínska fjölskyldu, bæði á Íslandi og á Gaza. Þegar að 7. október
á sér stað og fréttaflutningurinn, hann fer á ákveðna leið, þá sit ég með þessum sömu mönnum sem að vissu nákvæmlega hvað myndi gerast. Og við, og viðbragðið var þetta svolítið, verðum við ekki að safnast saman og gera eitthvað og þannig var það að fyrsti fundur, ég held að hann hafi farið fram 10. október og hann var nú svolítið mikið bara skipulagður af þeim sjálfum. Hann fór að mestu leyti fram á arabísku og það var svona mjög sterk palestínsk samstæða. Þetta var svolítið svona áður en að kannski svona hinn almenni Íslendingur kveikt á því hvað væri raun og verið í gangi, en ég meina þetta eru menn sem að bara þekki þennan veruleika á eigin skinni. Þeir voru allir í beinu sambandi við fjölskyldur og svo er það einmitt það sem gerist einmitt á þeim fundi. Það var nefnilega mjög sérstakt, þú mást eftir því að við, þegar kannski svona 40 mínútur eru liðnar að fundinu með eitthvað svo leiðis, að þá verður svona eitthvað svona eins og órói einhver staðar. Og þú veist að bera að taka það fram kannski líka að þú veist að við erum nú ekkert á í fyrsta skipti að mótmæla, þú veist, og alltaf er þetta bara á Íslandi, í Reykjavík og maður mótmælur og þú veist. Og þetta var á Austurvelli. Og þetta var á Austurvelli, já. Og svo verður eitthvað svona órói og maður svona skynjar eitthvað ójafnvægi. Og við skiljum ekki alveg hvað fer fram, allavega við segjum, þú veist, eins og fyrir okkar hand, sko. Já, akkurat. Og svo spyr ég, þig minni, hvað sé að gerast, sko. Og þá er okkur sagt að það hafi einn maður fengið símtal það að náinn ættingi hafi verið drepinn. Og þetta var, sko, fyrir, þú veist, að því þú þetta, sko, býrð þarna inn á, þú veist, svona palestínsku heimili, þar sem að þú ert í öðru svona kontakti, en eins og fyrir okkur, að þá var þetta algjört áfall. Og að bara fær símtal og þetta færir atburðin svo miklu nær og þú veist og við allavega eins og ég upplýði að ég bara hugsaði bara getur þetta verið að það sé einhver meðal okkar, þú veist, ég er þar barnaleg, sko, bara en við þetta vissum ekki hversu langt þetta yrði. En hins vegar fann maður það, þú veist, það var svona eins og maður fyndi, maður fann það að eitthvað var núna að fara að gerast sem myndi, sko, að myndi einhvern veginn ekki neitt verða samt. Þú veist, á þess að vita nokkurn veginn, sko, nokkurn tíma, sko, hvað það væri eða, þú veist, eða hvernig, þú veist, orðlega óræði mann ekki fyrir því sem skeiði. Nei, það sem hefur gert síðan, sko, nei. Sko, og þetta var, mér fannst þetta að vera svona mjög, svona sterkt moment. Það hafði djúp áhrif á mann, að maður vissi fyrst ekki hvað var í gangi, en svo gengur það frá manni til manns að þarna hefur maður misti hluta fjölskyldu sinni, bara sagti bara fyrir augnabliki síðan, sko, í raun og veru. Ég man að ég velti því fyrir mér, ég spurði, are you okay? Eða er í lagi með þig? Og svo fatta ég, nei, það er auðvitað ekkert í lagi með hann. Nei. Eða þú veist, og það er svo margt sem að, þú veist, ég í mínum forréttindum hef líka einhvern veginn þurft að temja mér einmitt þetta að þú veist, og þú veist, ég meina oft gera vinnir mínir grín af nákvæmlega þessu þegar þú veist, ég bóði þeim kaffi með þjóðmorðinu sem þeir eru að horfa á og svona, þú veist, og þú veist, þeir sitja og það var bein útsending bara heima, þú veist, í sjónvarpinu allan sólarhringinn og þeir gengum gólf og ég meina, hvað segir maður við vini sína í þessum veruleika nema má bjóða ykkur meira kaffi með sjónvarpinu, þú veist, og þú veist, það er plásturinn sem það er eiginlega það eðlilegasta samt í þessari stöðu. Það er að bjóða mér eitthvað, þetta er eitthvað svo algjörlega. Þetta er einmitt, eitthvað svona aðstöður, eitthvað aðstæð sem að, þú veist, maður hefði aldrei einhvern veginn geta ímyndið og sársökin og þú veist, en líka, sko, þú veist, stóíkinn, þú veist, ég meina, og bara festan og bara, og þú veist, og það er kannski líka það sem ég hef lært bara í gegnum bara síðustu mánuði og mér hefur þótt farið að þykja, ég hef alltaf verið ofboðslega trúlaus og svona, en mér fór allt í einu að átta mig á mikilvægi trúabræðana í þeirra lífi vegna þess að þegar þú tekur
svona endalust allt af fólki og þú kúar það, Já. þá er þetta það eina sem þú Já, sem það getur hefur ekki tekið af þeim. Já, það er eitthvað svona spiritual. Já, og þetta er það bara sem tengir þau svona, þú veist, í gegnum allt. Já. Og það er þessi trú á alla og fyrir vikið, hérna, fattaði skildi ég loksins bara, já, svona virkar trú. Hérna, og hún er auðvitað mjög falleg. Já, það er þessi samkennd og raunverulega eina svona, þú veist, tryggingin fyrir hvort öðru í bara eilíðinni líka, sko. Já, í eilíðinni, já. Það verður alveg Já. að taka þetta mál fyrir sko bara í sérþætti. heilum þætti, já, í sérþætti þetta það sem að við höfum sko að því ég segi, þú veist, ef við fyrir aftur hérna í þessi fyrstu mótmæli, þar sem maður er sko fullkomlega bara, þú veist, bláeygur og, þú veist, orðin þetta aldraður en bláeygur, sko, að bara, þú veist, bara það sem á eftir kemur hvað varðar okkar mótmæli, sko, þú veist, það er alveg nógu sjokkerandi ef maður hugsar til svo viðbragða yfirvalda við alls konar hlutum sem að verið að krefjast. Þú veist það sem að yfirvöld til dæmis þegar tjaldbúðurnar fara upp, þegar yfirvöld horfa upp á palestínmenn sem að berjast, skilur bara fyrir fjölskyldum sínum, þú veist, get ekki með ekki til þess hugsa að bara á meðan verið að sprengja ættingja þeirra og fjölskyldur í loft upp, að þeir sofi í rúmum einhvers staðar og þeir, þú veist, fara út í tjald og í 14 stiga frosti og fyrirlitning yfirvalda hér, þú veist, til dæmis þeirra aðgerð, sko, hún náttúrulega gerir mann brjálaðan. Já, hún er alveg gengdalaus, sko. Hún er gengdalaus. Þeir líti ekki einu sinni í áttina. Og tala fyrirlitlega. Yrðu á menn ekki neitt, sko, sem þeim ber að gera auðvitað. En ég var að hugsa að tala um á 7. október, að því að nú er ég búin að vera í félaginu Ísland-Palestína lengi og svona mætt öðru hvoru á einhverjum mótmæli, en ég hafði ekki hugmyndu, sko, að því ég hef verið að lesa þarna nótt á Gaza eftir hann norska lækni Gilbert, og hann hefur náttúrulega oft verið í Palestínu og starfað á þessu sama sjúkrahúsi Al-Sifa og einmitt þar 2014 fyrir 10 árum þá gerðist nákvæmlega sami hluturinn bara miklu styttri tíma. Þetta var ekki svona allavega ég eftir lestur þessara bókar þá sá ég að þetta var alveg nákvæmlega sama. Miðað á að útrýma vissum hverfum, skjóta börn bókstaflega á færi, ég get svarða, að því að hann segir alveg satt og rétt frá og það er myndir í þessari bók og maður sér alveg hvað hefur gerst. Og ekki hafði ég grunum að þetta væri svona ljótt þá, 2014, fyrir 10 árum síðan. Við hefum svona rætt þetta líka alltaf okkar í millum, þú veist, sko, hvaða ástæða liggur að baki því að, sko, við vitum upp að einhverju marki, en ekki alla söguna. En, sko, út af einhverju, ég meina, það er ekki eins og, sko, 21. öldin var ekki rann upp í gær, sko. Af hverju, þú veist, upplýsingarnar raunveruleikan liggja ekki fyrir Veistu, ég held bara hinu vestræna heimi. Ég held jável að það hafi svona í framhald af því að það er samþykkt að eftir þess að 2 ríkja samþykkt þarna í Oslo árið, að þá hafi bara allir verið sáttir, þá á ég fyrst og fremst við ráðandi við öfl í heiminum, verið sáttir við það að, það væri öðru hvoru svona kæmi til átaka, öðru hvoru myndi vera drepnir kannski 15-16 palestínumenn og 1 eða 2 Ísraelsmenn, ég hafi ekki heyrt þessa fréttir í gegnum tíðina. Og þannig bara er lífið. Það sé bara ákveðin norm svona er bara allir sæsta á og það verða svona mannfórnir það er svona mannfórnir eins og þú segir. Maður sé ekki vel, sko, var spurður, ég fyrir ekki hvað
þú veist maður segja, hvað sér gott? Ég segi nú bara allt ágætt með ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Þú veist, þetta er náttúrulega bara einhver setning sem að maður svona tók svona þetta er eitthvað svona, maður, það er nú, það hefur alltaf verið ófriður á þessu svæði. Þetta er eitthvað svona sem að maður hefur heilt gegnum tíðina á. Bara, ég meina það þýðir ekkert að reyna að þú veist, það þýðir nú ekkert að mótmæla þessu, það hefur bara alltaf verið ófriður. Það ætti nú bara að setja kúpul þarna yfir. Eitthvað, þú veist, við höfum heyrt þetta allt. Já, við höfum heyrt þetta allt. Og það maður verður svona, hvað sem maður verður, sljór. Já, og jú, þetta er bara svona nú lífið, sko. Já. Og ég meina, það hefur alltaf, að því ég meina, þú veist, ég man ekki eftir þér með annað höfufatt heldur palestínskan klút, áratugi. Já, og ég meina, það eru upplýsingar sem að því ég man líka, hvernig maður þú talaður oft það hefur örugglega verið sérst í kringum þetta Osloar samkomulag að vera að tala Arafat og allt þetta. En sko, en einhvern veginn hefur tekist að halda raunverulegum upplýsingum fjarri. Já, og normalisera þetta ástand. Ég held að, þú veist, að það sem að, sko, Vesturveldunum hafi tekist svo vel til er að búa til þetta við og þau narratív. Þú veist, það eru við og svo er það þau. Og það gerist aldrei neitt ljótt í okkar samfélögum, en hjá þeim, það er nú allt svo ömurlegt. Það er nú allt logandi í deilum og ofbeldi og ég meina, hafið þið heyrt hvernig þeir fara með konur? Þú veist, en sko, það, þú veist, en þetta er einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta er eitthvað, og þetta er pólitík. Já, og þetta er pólitík og það sem að kannski, að því að þegar við þurfum að horfast í augu við, þú veist, einhvern veginn alla skelfinguna sem á sér hérna og þú veist, og hvaðan þær rætur einhvern veginn koma, þá þurfum við einhvern veginn að fara líka í svona innri sjálfskoðun og við þurfum að horfast í augu við ansi margt í okkar eigin samfélögum og úr hverju þau eru gerð og ég held að það sé kannski líka ástæðan, það er svo erfitt fyrir hinn almenna borgara að horfast í augu við það að heimurinn okkar er ekki svona frábær. Við erum ekkert öðruvís en þau og þú veist, en bara því fyrir sem fólk opnar og augun fyrir því og vaknar, því betra auðvitað. En og það er svona kannski núna fyrst sem að maður finnur fyrir því að fleira fólk og kannski svona ólíklegra er farið að bætast svolítið í þessa hreyfingu og núna er þessi, þú veist, nú er þetta orðin bara breiðfylking, ég meina frjáls Palestína út allan heim og slagorðið er enginn er frjáls fyrir en þau eru frjáls sem að er og þetta fer stækkandi en það eru, og þetta eru og svo eru ángarnir víða en það er þetta, þú veist, ekki bara Palestína, heldur Súdan og Kongó og það er víða og Indland og og núna erum við bara að horfast í augu við að það er eitthvað ákveð kerfi og það hriktir í stóðunum og en þannig að mótspyrnan er mikilvægt. Og ansvarið er nokkuð sterkt, sko, það er alið á því að múslimar séu höfuglæpamenn og það byrja að íta þeim sem hraðast í burtu úr okkar góða landi og víða í heiminum, sko. Þannig að það er bara ansvar. Við einmitt þessu sem þú varst að segja, að fólk allt í einu, ég held að þessi rétt hjá þér að fólk uppgötar að við erum allir menn. Já, einmitt. Það voru mjög áhrifarík orðið mitt að því að við Magga-Stína vorum nú saman á svona sósíalískri baráttuhátíð í London sem er alltaf einu svona ári. Núna daginn og í byrjun meðan júlí og þar kom fram á loka rallyinu Ghassan Abu Sitta, skurðlæknirinn frá Palestínu og nýkjörinn rektor Glasgow háskóla sem ég var aðeins að kynna mig betur, sko, en það var raunverulega þannig að stúdentar Glasgow háskóla kusan. Þú veist, hann er ekki tilnefndur að skipaður en eitt svona, heldur var það í raunverulega Palestínu hreyfingin í Glasgow sem að gera það að verkum að hann fær þessa stöðu, rektors. En hann er meðal annars búinn að, ég meina að hann er brottrækur frá Þýskalandi, hann fekk ekki aðgang þar til að tala á ráðstefnu fyrir málefnum Palestínu. En það sem ég fannst kannski það svona ískyggilegasta sem hann talaði þetta kvöld var að þessi tilraun sem nú hefur verið staðið yfir í áratugi í Palestínu, henni líkur ekki þegar þú ert búinn að eyða einni þjóð.
Nei. Það sem gerist næst og þá fyrir öll, þú veist, þá þarf maður að sem venjulegur borgari sem vill bara vera að hella upp á kaffi og hafa það kósí, þá þarf maður að, þú veist, skoða eins bara hvað það er sem hann er að segja vegna þess að þessi iðnaður, að því nú er Netanyahu að heimsækja Biden og meðan að við spjöllum hér, Já, meðan við sitjum hér. Já. að þá hérna í raun og veru sko allir skattpenningar Bandaríkjamanna og náttúrulega líka frá Evrópusambandinu því hann vildi meina, Gasson vildi meina að það eru rauninni meiri peningar sem að streyma frá Evrópusambandinu til hins svokallaðs Ísraelsríkis heldur en frá Bandaríkjunum í þennan hergagna iðnað. Að tilrauninni líkust ekki þegar það er búið að eyða þessari þjóð því hún heldur svo áfram bara sunnan heimsbaugs, þú veist, og þá verður þessi tækni seld og flutt. Og þá verður bara að byrja að eyða öðrum þjóðarbrotum eins og Róhingja múslimum. Öll þjóðarbrot sem hægt er að skilgreina af ráðandi öflum sem svona surplus eða bara þjóðarbrot, svona umfram nation. Þú veist, þá ertu búin að búa til bara það er bara orðið format. Það er bara leyfi. Og það er held ég sem að Marja Lilja var að segja í samhengi við sko þennan óhug sem setur að manni að það er ekki hægt sem bara hvít manneskja á norðurhvili jarðar að sitja og segja þessi þreytandi að fylgjast með þjóðamorði, þú veist, eða maður þurfa að fara eitthvað, þú veist, varlega með sig og reyna að gleyma ekki að hugsa sjálfa sig og svona. Þegar þú hlýtur einhvers staðar að hugsa hver er svo tilgangurinn í framhaldi? Ég meina allir peningarnir sem er búið að eyða í þessa tækni, AI-tæknin, þú veist, sem að einhverjir fyrrverandi Marine Seals eru núna búinir að setja upp sín eigin fyrirtæki til að þróa enn ógeðslegri drápstól sem geta bara valið skotmark án þess að nokkur manneskja beri neina ábyrgð, aldrei. Þú veist, það er raunlega, sko, minn óhugur er þarna, á þetta myndi ég segja að væri svona mannlegur ótti, sko. Og hvaða hópur verður næst óæskilegur, sko. Það getur verið trúarbrot, það getur verið eitthvað með fötlun, það getur verið hárlitur. Eitthvað sem að þú kalla bara surplus nation. Það eru þetta þannig að, sko, og þess vegna er þetta nefnilega enginn verður frjáls fyrir en Palestína er frjáls. Þetta er bara svona grundvallar atriði fyrir alla heimsbyggðina að skilja. Þannig að þess að, sko, komustu upp með eitt þjóðamorð, það kemst upp með annað. Já, valla stoppar það hér. Nei, og það stoppar ekki. Gaza er náttúrulega bara tilraunaverkefni líka í vopnaframleiðanda einmitt. Þú þarftu þetta til þess að selja vopni í stríð. Þá þarftu að geta vottaði, það er svona þykir rosa smart að geta sýnt fram á það að það hafi actually drepið eitthvað. Það hafi virkað. Og hérna, svo getur selt þau dýrum dómi, sko, þannig að færið eitthvað svona gæðadrápsstimpil. Og það er bara nákvæmlega það sem er verið að gera á Gaza. Það er verið að þar eru yfirstandandi tilraunir á henni ýmsu drónatækni sem að hérna það var sagt frá því, ég held að hafa verið í Politico í bara fyrradag, voru 2 bandarískir læknar og núna er loksins, maður finnur að það er aðeins að losna þú veist, í vestrænum fjölmiðlum, það er aðeins, þú veist, það er komið aðeins meira svona svigrúm til þess að tala hlutina eins og þeir eru, ég vil að vegna þess að það eru sérfræðingar frá vesturveldunum sem hafa farið inn á svæðið og það sem þeir voru að lýsa, það sem fyrir augu bar var, sko, þetta eru menn sem hafa verið á standbætur og læknar, höfðu verið á bara í, sko, einhverjum hræðilegum stríðs aðstæðum, alls konar náttúruhamförum og þeir höfðu aldrei séð neitt þessu líkt. Því að það voru næstu því undan tekningarlaust voru þeir sjúklingar sem komu inn á svona færibandi og þeir áttu einhvern veginn að hlúa að voru börn með skotsár á höfði. Og það var talað um það til dæmis sem var sko alinu og óhugnaðinum að þeir fullyrtu það, þessi læknar til dæmis, að því allavega sá ég viðtal við einn læknin sem fullyrti það að þegar hann skar upp sjúkling sem var barn að þá fullyrti hann að það hefði svona snæpur eða svona leyniskipta skotið í höfuð á barninu. Þannig að þess að hans svona hátækni hans tæki, þú veist, ég held að það var eitthvað auga eða eitthvað svoleið, sko, það hefði ekki geta verið nákvæmara. Heldur en skyttan, heldur en sko mælitækið úr vopninu sem drap eða skilur sem slasaði barnið, sko. Og ég allavega, þú veist, allavega einn læknir sem sagði sem hefur unnið einmitt á svona svæðum í marga áratugi, sagði bara það sem ég hef bara séð núna
bara núna Í þessari... í þessari ferð Já, þessari... er hryllilegra Já. heldur en ég hef séð á öllum mínum starfferli samanlagt Já, og þú veist, og einhvern veginn er sko viðmótið þannig að þetta fólk sem fer hérna einmitt er svo bara Mats Hefur Gilberg sem við þekkjum bara aftur og aftur. Að þeir eru algjörlega þú sko það bara þú veist, ég hef séð viðtal við lækni eftir lækni sem að bara einhver sem gengur út að fundi þegar ef að Biden einhver sem átti að fara að hitta Bandaríkjaforseta hann gat ekki verið inn í herbyggi með Joe Biden af því að bara geðið leiðið ekki skilurðu og á svo framvegis engin hlustun ekkert Nei, það byrjist ekki verið ekkert Nei, og það sér ekki fyrir endan á þessu. Nei. Það eru tugir þúsunda sem að liggja í valnum, bara meiri hluti konur og börn. Já. það er aðalega konur og börn Já, og nú er Netanyahu að heimsækja Biden. Hafið ykkur einhver komment á það? Ég meina... Þú veist, þetta, hann er, sko, ég veit þekki nú ekki hvort að handtökurskipunin hafi verið gefin út. Hún hefur verið gefin út. Hún hefur verið formlega gefin út, já. Á Netanyahu? Já, á Netanyahu. Þá er sko, já, því að það var, dómurinn sem fjall, hann fól það í sér að það yrði gefin út handtökurskipun, en hvort að það sé búið að, þú veist, fullgildana, Það er. Jú, það er, já. Ég hef heyrt þessum En samt ferðast hann. En samt verðist að geta ferðast í Bandaríkjanna sem gerir það verkum að nú er sko bara á blaði þó að við höfum kannski vitað að allan tíman eru Bandaríkin orðin samráðsþjóð í Ísrael. Þetta er raunni, já, þannig að við erum að horfa á sko bara alveg 2 staðfesta gerendur í þessu þjóðamorði sem eru þá Bandaríkin og Ísrael og það er í svona sögulegu samhengi mjög merkilegt að líka Bandaríkin skuli setja það fordæmi bara fyrir framtíðina að virða þennan dóm alþjóða glæpadómstólsins að vettugi. Það gerir mjög lítið út úr alþjóða samstarfinu og Já, raun og verið dæmið það kannski svolítið til dauða vegna þess að sko við vitum hvernig þetta fer fram þegar hann gengur inn í sal í Hvíta húsinu að þá klappar fólk fyrir honum. Já. Þannig er það. Já. Og þegar við erum búin að klappa fyrir honum þá erum við komin að enn eitt nýjan staðinn. Já, þannig þá er kannski búið að setja... Að klappa fyrir þjóðamorðinu, sko. Og klappa fyrir stríðsklæpamanni. Gera honum hátt undir höfði. Bjóðum upp á marsipantertu. En ég ætla að minna á það að það er fjöldin allur af fólki sem er að safna saman til að mótmæla. Já, til að mótmæla. Heilu rúturnar af mótmælendum sem eru á... Fólk er að koma úr einmitt nágranna fylkjónum og það er... Og við, megum auðvitað ekki gleyma því að reiðin í Bandaríkjunum er auðvitað gríðarleg yfir þessu máli. Og hún blandast náttúrulega bara ástandun í Bandaríkjunum. Hún gerir það. Já, þjóðfélags ástandinu. Black Lives Matter mótmælunum, þú veist, það er ekki, þú veist, Bandaríkin hafa einhvern veginn, þau hafa verið svo veik í svo langan tíma og sama hvaða bylting fer af stað innan Bandaríkjana, hvort sem að það er MeToo eða Black Lives Matter eða bara eitthvað annað, þá þú veist, það gróir aldrei heilt. Það kemur bara alltaf næsta bylgja. Já, ég meina þeir hafa vaðið heiminn alveg frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari og lagt undir sig hvað sem þeim sýndist og beitt vopnu hvað sem þeim sýndist. Og þannig að saga Bandaríkjana á umliðnum öldum er blóði drifin. Vægast sagt. Vægast sagt, sko. Það er alveg saman. Þannig að ég er ekki hissa að ráða menn í Washington klappi fyrir manninum frá Ísrael. Já, þeir vita alveg fyrir hverju þeir eru að klappa. Já, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera, sko. Já, einmitt. Allt er þetta byggt á, sko, kannski á þessum efnahagslega grunni sem Bandaríkin standa á, kapitalismanum. Ég held að við þurfum ekkert að fara neitt í félum með það, sko. Nei. Það er þetta. Það er bara samnefnarinn fyrir alla þessa heimskúun. Já. Hann er í reyngu, kapitalismin. Nei.
Nei, og þegar hann er svona, sko, svona á hvað heitir það, globalismi bara, að þá verður þetta svo gróft, sko. Þá er þetta orðið svo hægt vik með öllum þessum tæknibúnaði sem þeir hafa. Já, af því að kapitalismin hættir aldrei. Hann alltaf snýst alltaf að hámarka já, alltaf sig hámarka. Já. Og fyrir vikið erum við erum vonandi, erum við að horfa upp á bara endalók hins kapitalíska heims, ég vil allavega vona það. Já, ég segi það svona ákveðin heimsendir í því að nú sé að fara að taka við eitthvað nýtt. Já. En Hvað hét hann aftur bandaríski forsetinn sem talaði Industrial Military Complex? Munið eftir því? Nei. Hernaðar... Ertu að tala bara McCarthy? Nei, Eisenhower. Sem þegar hans forsetatíð lauk, þá hann notar þetta hugtak Military Industrial Complex fyrst og í þessari loka ræðu þegar hann að kveðja bandaríkjamenn sem forseti og þetta var einn hans stærsti ótti, þannig að reyna að vara framtíðina við, að láta ekki þetta batteri ná yfirhöndinni en við erum náttúrulega bara í miðjum klíðum að horfa á hvernig það hefur síðan, hvernig hann í raun reyndist sannspár með það. Einmitt, og svona eins og kannski eins og það blæsir við mörgum að þá er í raun að veru sko þetta svona öskur dýrsins sem að hefur málað svo út í hotn og ég meina Bandaríkin eru að margra mati hrynjandi heimsveldi þú veist leið og þau sko beita þessum gerðingar mætti sínum sko. Einmitt. Allavega, í það minnsta siðferðslega eru þau hrynjandi? Já. Jú, efnahagslega líka, ég meina það eru stórir hópar í Bandaríkjunum sem eiga ekki hús að venda, ég lesi það hverjum degi, sko. Já, fólk sem býr í hjólhýsum en má ekki einu sinni búa í hjólhýsum að því það er ólöglegt. Og ég meina nýbúið að setja í lög til dæmis í Bandaríkjunum að þú megir ekki samkvæmt lögum sofa úti. Já, mátt ekki vera heimilislaus en samt er heimilislaus leysi hefur aldrei vist að vandamál. En það er náttúrulega gert svo til þess að henda öllu heimilislausa fólkinu inn í eitthvað svona military complex, eitthvað fangelsi sem er verið að byggja þar sem er ódýrt vinnuafl, sko. Sem að þau eru bara látin framleiða fyrir, þú veist, þetta er eins og þetta er eins og einhver svona dystopíu en þetta er það sem er að gerast í veröldunum okkar núna og það er kannski sko það sem að við eigum við hinn vestræni heimur eigum Palestínu svo mikið að þakka er að við fórum að horfast í augu við þessa hluti við fórum að horfast í augu við þessa hluti núna bara í fyrsta sinn, þú veist, þetta er eitthvað svona, þetta hefur kannski verið hjá, þú veist, hjá okkur, þú veist, þessum örgustu, dónum, samfélagsdónum. Það tala skrillin og hyskið þú veist, og hjá okkur hefur þetta kannski einhvern veginn verið alveg svona, jú, í bakhöndinu og maður hefur verið alveg svona, jú, þú veist, en maður hefur verið alls konar samsæriskenningum og okkur svona skoðað ýmislegt, en einhvern veginn aldrei þorað að fara þú veist, hugsa hugsununa svona til enda eða bara orðana. En raunverulega líka hefur verið dálítið bannað sko í þessum svona kratísku samfélögum, til dæmis sérstaklega hérna í Skandinavíu, þú veist, að þá er bara bannað að tala um svona hluti. Og kratismin er auðvitað, þú veist, að því þetta getur við farið út viðan völl og tala um kapitalisma og þú veist, og þetta þjóðamorð og allt þetta, en það er auðvitað, þú veist, fólkið sem vill engar breytingar. Þú veist, þetta er svona kratíska samfélag, sófasamfélag, sem að reynir auðvitað að bara loka augunum og við halda bara óbreyttu ástandi. Það má ekki rugga bátnum, sko, alls það er bara hinn feita millistétt sem hefur það ofsalega gott, bara er í makindum sínum auðvitað og mjög svona solid kjósendur og svo þeir flokkar sem tala við þessa stétt, ekki satt? Jú, það er alveg rétt. Við erum málsvarar hennar. Og restin má þá bara hverfa. Er afgangur. Já, og svo náttúrulega er alltaf verið að hnika þessari svokölluðu miðju svolítið til hægri, þar sem að miðjan sveiflast alltaf aðeins til hægri en hún fer aldrei aftur tilbaka til vinstri, þannig að við erum að horfa á þetta svona eins og síga hægt. Þú veist að við erum alltaf að það er alltaf verið að færa okkur nær og nær fasismannum með hjálp miðju fólksins eins dapurlegt og það hljómar sko. Og við þekkjum náttúrulega hérna bara kjósendur Samfylkingarinnar og Vinstri grænna núna sem eru mikið til munaðarlausir.
En ég segi við höfum talað mikið um Bandaríkin en sko við mögum ekki gleyma hlut Vestur-Evrópu. Það er hörmulegt líka, sko. Já. Og svo segja menn þetta er hörmulegt, en við erum sátt við þetta. Já. Og einhvern veginn enginn, og það er þessi vöndun og fordæmingu. Það er alltaf að bíða eftir bara fordæmingunum. Bara ef einhver segi, og svo við vorum að ræða að hvar er fordæming fjölmiðla, hvar er fordæming annara heldur en aðgerða sinna og mótmælenda, hvar er fordæming einhvern veginn þessara reglífar sem á að halda utanum okkar sem eru frjálsir fjölmiðlar og stjórnmálafólk og hvar eru aðgerðinar, finnst ykkur þetta bara svona flókimál? Eða sem að hjálpa okkur að halda einhverjum status, einhverjum siðferði status kannski, eða ekki? Já, og segja frá hlutum og svona og tala um þá. Nei, það má bara ekki rugga bátnum, sko. Nei, og eins og við vorum að tala um RÚV áðan og það er svo merkilegt að það er alltaf verið að tala um hlutleysi RÚV og það verði að viðhalda þessu hlutleysi en það er auðvitað ekki hlutleysi að lýsa því sem fyrir augu ber þegar maður er að horfa á barnalík í hrúum að lýsa því bara sem flóknu ástandi og að því að það er ekkert flókið við þetta er bara viðbjóðslegt. Já. Og bara þú þáttu líka að vísa til þess kannski bara bara ábyrgð þín fyrir því að vera manneskja. Já, kannski er þetta bara, sá háttur að maður eigi ekki að hafa tilfinningalega afstöðu til hlutana. Maður á að taka svona skynsamlega, mikil trú á skynsemishyggjunni, sko. Maður á að taka svona skynsamlega, já, þetta er mjög flókið, já, hvernig stendur eiginlega á þessu? Þetta er meira svona, en maður getur ekki tekið svona spontant tilfinningalega afstöðu. Það bara má ekki, sko. Þá ertu náttúrulega bara móðusjúk og óstöð. Já, þú getur alltaf farið Þetta er nefnilega bara partur af bara feðraveldinu og kapitalismanum og það er búið að svifta okkur reiðinni. Og við megum aldrei sýna það við sem reið. Við meirins að, maður sé krakka sem eru brjálæðislega reiðir og maður svona reynir að slökk fyrir en að því að maður veit hversu ofbúrslegt afl reiðin getur verið og þegar við erum sem svona viðbragð við óréttlæti sem viðbragð við og þegar maður finnur rétt fyrir reiði sinni þá gerist eitthvað það gerist eitthvað sko innra með og það gerist eitthvað í kringum mann líka því að þetta er svo svakalegt afl og þetta er svo mikilvæg tilfinning en það er einhvern veginn búið að svona að bara svona afmá hana úr einhvern veginn í allavega almenna rýminu, það má ekkert vera neitt rosalega reiður neins staðar. Nei, en það er því eins og þú segir, sko, ég minn því er stýrt af svona hefðum og venjum feðravelda, það sem þetta á að vera lógíst, skynsamlegt og útreiknað. Og við vorum einmitt í Maggastín áður við fórum hérna inn í þáttin áðan að furða okkur á því af hverju fréttaþulir sem að lesa þessar fréttir, af hverju eru þau ekki bara hágrátandi? Hvernig er hægt að lesa svona ógrátandi? Svona fréttir? Hvernig er hægt að mata mann á því að það segir bara svo mikið menninguna. Einmitt. Að þú lest þessar fréttir alveg ískalt. Þessu tilfinningalega þætti, sko. Að 16.000 börnum hafi verið slátrað undanfarna 9 mánuði. Já, einmitt. Já. Þú veist þetta og ég bara bið fyrir því sko að þetta komi ekki fyrir neitt sem ég þekki að geta gert þetta sko. Þú veist, að geta farið svona einhvern veginn með staðreyndir. Já, og það má óska þess að heimilislausir í Bandaríkjunum og þau sem eiga ekkert að hverfa, að þau verði ekki næstu fórnarlömb, svona drónatækni. Hver veit. Og nú ég meina, hvað erum við að sjá til dæmis í Bangladesh? Já. Það sem átökin sem eru þar núna, alveg hrikaleg. En það er ekki við sem erum svona hrikalegar, sko, og það er ekki við sem erum að ala á óttanum. Þetta er bara það sem við sjáum í fréttum. Og það er spurning hvort að við bara segjum þetta ekki gott í dag. Ég ætla samt að fá að bæta einu við. Ef við vorum að hugsa að öll þessi mótmæli, maður sér fjöldagöngur víða heim, í öll flestum borgum sem bara ég man eftir í bráð og lengd. Og ég var að hugsa, hvaða afl getur sameinað allan þennan hóp
og að því að hann er sterkur þessi hópur, hvaða afl getur gert það? Bara einfallega hefur mér dottið á, við höfum reynd að tala um það ég og Makastína, að hverju bara ekki fara á staðinn, milljón manns og stoppa þetta. Ég meina, það er nú til gamalt leikrit sem heitir Lýsistrata, konur sem að stöðvuðu stríðið, eins og hjá Grikkjum hinum fornu. Mér bara verið að hugsa það, af hverju ekki til eitthvað afl sem að getur... Og ég tek undir, ég held að þetta sé hægt. Já. Og ég held að það sé okkar kvenna að gera það vegna þess að öðruvísi verður það ekki gert, trúi ég. Nei, það verður allavega ekki... Það er allavega að verða svona ansi fullreynt með það. Já. Svei mér, þetta hljóma mjög vel. Já. Þetta hljóma svo mjög góð hugmynd. Sjáumst á landamærunum. Sjáumst á landamærunum. Sjáumst í baráttunni. Og í baráttunni. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna í dag. Takk fyrir leiðis, já. Þá segjum við þessum þætti lokið í dag, Útvarp Palestína. Þetta er Útvarp Palestína, já. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل